móti Skautafélagi Akureyrar. Við erum að byrja á því að kynna gestaliðið, en númer 2 Orri Blöndal, númer 3 Bergþór Ákason, númer 8 Birkir Eiríksson, númer 10 Jóhann Leifsson, númer 11 Pétur Sigurðsson, númer 13 Uvi Sigurðsson, númer 14 Bjarni Kristjánsson, númer 15 Baltasar Hjálmarsson, númer 17 Arnar Kristjánsson, númer 18 Ormur Jónsson, númer 19 Andri Mikaelsson, númer 20 Atli Sveinsson, númer 22 Daniel Ryan, númer 23 Hafþór Sigurðarson, númer 24 Björn Jakobsson, númer 25 Ingvar Jónsson, númer 28 Unnar Rúnarsson, númer 35 Róbert Steingrímsson, númer 44 Atli Sverrisson, númer 55 Jakob Jóhannesson, númer 91 Róbert Hafberg og númer 96 Matthías Stefánsson. Þjálfari SA Jamie Dumont. Þá það heimalið SR númer 6 Markus Ólafsson, númer 8 Benedikt Olgjarsson, númer 14 Ómar Söndursson, númer 17 Daniel Magnússon, númer 18 Sölvi Atlason, númer 22 Bjarki Jóhannesson, númer 23 Kári Arnarsson, númer 26 Arnar Steinsen, númer 28 Helgi Bjarnason, númer 29 Arnar Valdimarsson, númer 31 Jóhann Ragnarsson, númer 53 Per Stefanek, númer 64 Ríhard Sverdins, númer 63 Davids Krumins, númer 67 Gabriel Gunnlaugsson, númer 74 Daniel Ókumann, númer 95 Haukur Steinsson. Þjálfari liðsins Milos Larasinski. Dómari leiksins Sindri Gunnarsson og línudómarar eru Elva Hjálmarsdóttir og Vilhelm Bjarnason. Komið sælir, góður áhorfendur og velkomin að beina lýsingu á leik Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar. Ég heiti Magnús Geir Eyjólfsson, lýsa leiknum og hjá mér sérfræðingur í setti, Helgi Páll Þórisson, velkomin. Takk fyrir. Vona á hörkuleika það ekki? Jú, ég á bara að vona því að þetta verði afskaplega skemmtilegu hokkjuleikur. Skautafélags Akureyrar mætir hér með, já, alveg með sýnist 4 fullar línur næstu því. Og S-eringarnir eru hér með 3 línur og 1 mann auka. Vístu allir hér séu mættir til að spila gott hokki. Það er náttúrulega forréttindi að sjá hvernig Reykvíkingar komið til leiks. Þetta er náttúrulega fyrsti leikur Milos Larasinski sem þjálfara. Já. Þannig að spurning hvort það verið mikla breytingar þar. Já, það er ekki nema að vona að fólk sé hérna með mikla eftirvæntingar. Það er eins og já, flestir vita í hreyfingunni að þá var Gunnlaugur Thoroddsen látið fara hér fyrir hálfum mánuði síðan og Milos tók við liðinu og mér skilst að þeir eru séu nú búin að æfa vel og undirbúa sig. En það er náttúrulega líka tiltölulega nýr maður í brúnni hjá Akureyringunum, hann Jamie Dumont. Þeir fengu hann inn, Akureyringarnir. Það var nú bara var það ekki núna bara Það var með síðasta leik hætti. Já, er það ekki? Já, það var verið fyrsta leikur hans. Og sá byrjaði vel, það var 9-1 sigur á móti Fjölni. Já, það er alveg rétt. Hann byrjaði, maður sjá, já, en hann er bandaríkjamaður, hann Jamie Dumont. Ég hef nú hitt og spjallað við hann og þetta er hess og kátt og kall. Hefur verið að þjálfa í Ítalíu og svona viðkomu í Hollandi og þar aðra í bandaríska háskólahokkiinu. Já, og það ber á honum allir bara vel söguna og hérna því sem, eins og ég segi, það sem ég kynst á honum að þá er þetta bara flottu þjálfari og ég vona innilega að hér sjáum við gott svona match-up af norður-amerísku hokki og evrósku. Þessi leið náttúrulega mættist í byrjun tímabils og fyrir norðan og þá unnu Akureyringar 6-2. Svolítið breytt núna, S-eringar eru komið markaskorara. Já. Leikmann númer 53, Petur Stefanek, hann var með 3 á móti Fjölni í síðasta leik. Já, og hann stóð sér vel á Continental Cup. Hann fór nú inn í liðið þar og hérna, þetta er stór og mikill strákur og getur skautað og getur skotið. Þannig að þetta verður afar spennandi og skemmtilegt að sjá hvernig hann mun spila fyrir liðið í kvöld, eða í dag.
Liðin er að gera sér klár, það er ennþá laust pláss í stúkunni, þannig að þeir sem eru að horfa inn í Reykjavík ættu endilega að gera bara að drífa sig. Það er líka kökubassar, hvernig lið SR er í fjáröflun. Já, mikið rétt. Þetta er mikið sem vinna að mæta. Já. En leikmenn eru klárir. Leikmenn eru klárir, dómarar líka. Dómarar Sindri Gunnarsson, Elva Hjalmarsdóttir og mér sýnist Vilhelm Bjarnason. Og Kári og Jóhann eru tilbúinir að slást um pökkinn. Og þetta fer af stað. Sýnist Jóhann Björgun verður að byrja í markinu hjá S-inningunum. Andri Mikaelsson er að fiska pökkinn, kemur hann yfir á Jóa Leifs. Haffi, þetta var hættulegt. Já, þrýstaði vel niður Akureyringa til að byrja með. Já. Hann er Markus. Og tímaskipting. Við sjáum að Akureyringar er að pressa mjög hratt niður. Unnar Hafberg hérna í horninu. Það er okkur með S-inningar, sækir hættu upp. Já. Þetta er góð vörn. Og fyrsti dómurinn í hús. Já. Það er fyrirliðinn Bjarki Jóhannesson sem fær mjög líklega að dúsa í 2 mínútur í bóksinu í cirka bát 2 mínútur. En Akureyringar byrja þetta miklu krafti, búin að þrýsta S-inningum vel niður. Og ja, S er ekki ennþá komast fram með miðju. Þessa fyrstu mínútur leiksins. Þeir spiluðu þetta Akureyringarnir svolítið í fyrra að pressa mjög mikið niður á við. Neyða andstæðinginn til þess að fara í einhverja svona ótímabærar aðgerðir. Og mark! Þetta var nú bara eiginlega bara þráðbeintur uppkastinu. Við sjáum hérna á endursýningunni. Við sjáum þetta uppkastinu hér. Hann tekur eiginlega skoti bara eiginlega því sem viðstöðulaust. Bara í snerting og mark. Já. Þetta er ekki draumabyrjun fyrir Mílos Rasanski og Hans Sveina. Nei, þetta er aðeins að bara svona vakna til lífsins. Já, gíra sig. Gefa þeim leik. Sjáum hér varnarbræðuna Arnór og Haug Steinsen. Þeir eru hérna saman í línu. Já, það var leikmannúmer Akureyri 23 sem skoraði, Hafþór Sigurðarson með sendingu frá Jóhanni Leifsinni. Þetta var 8. stóðsending Jóhanns á þessum við tímabilinu. Já. Stóðsendinga hæstur í deildinni. Á hins vegar ennþá eftir að skora. Þetta gerist þegar menn eldast, þá fara að leggja meður upp. Skora minna, en S-æðingar halda fram að pressa. Við sjáum Helga Bjarnason koma inn. Hann koma pekinn á miðuna, hann nær því hér. Gabriel. Missendur sendingarna með fram blá línni. Glæsileg vörn. Mikil dýfa hana hjá honum. Haukur Steinsen, glæsileg vörn. Smá vandræðagangur í vörninni á SR. Virðast nú að ná að skipuleggja sig eitthvað hérna. Það er Steinþór hérna. Reyna S-ringar að pressa. Og sjá mann Pítur Stepaník hérna. Kári Arnar sína, hann lettur eitthvað rétt við. Komur Akureyringarnir hérna inn. Og Hafþór aftur.
Arnar Kristjánsson þarna í góðu færi en Jóhann Björgvin er að fyrsta. Já, honum leist ekkert á þetta á honum Jóhanni Björgvini. Það er Róbert Steingrímsson sem er í markinu hjá SA hér í dag. Tveir ákaflega skemmtilegi markmenn, báðir tveir Jóhann Björgvin og Róbert. Syngur þetta face-off. Daniel og Tuma. Skópla fekkinu með hérna. Stefanek. Það hefði nú alveg getað verið dómur. Hefði alveg getað verið dómur, já. Sindri hefur eflaust ekki séð þetta. Davids Krúmis féll þarna flatur á svellinu. En Essingar svona aðeins að vaknandi lýsi svona. Já. Það voru svolítið lítið lýsi til að byrja með en eru farin að spila á bekkinu núna saman. Já. Það er Blöndalinn að löngsending þvert yfir. Þetta er offside. Þetta er offside. Elva línumaður. Birkir var hann að metra fyrir innan. Já. Elva er að fara að dæma núna í Svíþjóð á frekar sterk og móti. Já, eins og svo margir, það eru nokkru íslenski dómaralegir í verkefni erlendis. Já, og hún er að fara í janúar er hún að fara að dæma í fyrstu deild A sem er næst hæsta deild sem sagt í öfnum kvenna. Sem er mjög stórt. Sem er mjög stórt, það er íslenska dómara. Já. Yngvar. Þetta kemur Helgi. Tækifærið þarna fyrir Essinga. Færi. Unnar hérna í horninu. Kemur upp undan markinu. Löng sending hana. Og þetta er vantarlega Essing, já. Já, já. Já, Essingarnir eru eitthvað vaknandi lífsins hérna. Fyrstu 5 mínútur eru búin að vera mikið til að spila á þeirra vallarhelmingi og það er nú aðeins að eitthvað draga til tíðenda sýnist mér. Essingar taka þetta face á Yngvar hann í. Og Daniel vinnur boltan. Pökkinn segi ég. Kári. Peter. Yfir á Arnar sem áskotur og þetta fyrir hjálminn. Ég er ekki viss hann hafi séð þennan pökk. Nei. Og þetta var bara til jarðar hérna. Já. Ekkert á þetta. Kári hérna aftur á Daniel. Gott samspil hérna. Og aftur við Róbert. 2 fín færi þessar stundum tíma. Já. Markus og Andri hérna í baráttunni. Já. Andri Sverrisson, hann er einn af þessum fáu leikmönnum en þá er hreyfingurinn sem hefur náð að spila held ég með öllum liðum sem spilað hafa. SA, SR, Fjölni og Esju. Sem er vel að sér vikið. Sem er vel að sér vikið. Það var Atli Sveinsson í fínu færi fóð fram með Benedikt en skildi pökkinn eftir. Já. Þess að ekki að byggja eftir sókn, Jóhann með hann. Fína settingu fyrir. Fína Andra hérna. Andri er að koma niður á haffa hérna. Dundur skot hérna frá Orra Blöndal. Það komið línskórsendingu en komast inn í þetta Essingar. Það eru 3-2. Já.
Skutla pökkinum að það pökkinu niður. Hann Ómar Sundrusson. Eitthvað hefur pökkur farið út af við eitthvað. Kári vinnur þetta play-off og þarna við Róbert aftur. Petur með pökkinn niðri, gefur hann fyrir. Kári hittir hann ekki. Og nábæri gassængar, Unnar Rúnarsson. 2-1 og vel varið hjá Jóhanni Björgvinni. Vel spilað hjá Akureyringum hérna. Fín sending frá Ingvari þarna á Unnar sem lúrði á fjærstönginni. Sjáum þetta hérna í endursýningunni. Unnar hérna læðist niður og fær hann bara beint á spaðan og spilar honum inn. Sjötta mark Unnars í vetur og hann þar með orðin markaðistur í deildinni. Já sko. Fylgdist með leik SA og Fjölnis núna daginn þar sem ég taldi að hann hafði tekið 6 eða 8 blokkuskot í sömu sókninni. Hann fékk verðskulda hvíld svona eftir að leikurinn var stoppaður. Róbert í smá vandræðum hérna, fellur fyrir aftan markið og laus pökkurinn fyrir framann. Ómar! Þetta var nú aldeilis skrambúl hana. Hann misti bara jafnvægið hérna, við sjáum þetta hérna, pökkurinn endar þetta og lítil hætta á ferð þarna en svo bakkar hann á markið. Já, og hann missi fót hann eitthvað og svo þetta orðið eitthvað klafs. Glæsileg bakkhandasending hérna og þessi söng í netinu. Já, þetta var ágætt fyrir S-settingan að ná allan að marki núna áður en þessi leikluti hálfnaður. Svona nauðsynlegt fyrir leikinn líka. Já. Já, þetta var Þorsteinsson sem skoraði mark SR, hann er ekki á skýslunni hérna hjá okkur en er inn á vellinum engar síður og það skiptir máli. Það er rétt. Og Kári hérna niðri. Og sem eitthvað fara hratt upp. Hérna komaði bara 2 á engan hérna, Akureyringarnir. Fín vörn þarna hjá Daniel. Pettir nær að koma þessu út. Já. Mikil barátta þarna. Allskyns barátta í gangi hérna. Orri Blöndal er nú þannig leikmaður og hann lætur alveg finna fyrir sér þar sem er á vellinum. Einhverjum hvernig stilla upp í sókn og það koma hérna upp. Og þetta er þekkt sóknarlína hjá Akureyringum. Jói Leifs og Haffi og Andri. Nokkrir titlar hérna innanborðs. Nokkrir titlar. Glæsilega gert að Sölva hérna sem vinnur pökkinn og marki á annað mark hérna hjá Gulla. Þetta var rosalegur snæper hátt í slottinu. Sjáum bara hvernig Sölvi vinnur pökkinn hérna á blálínu. Sjáum við endursýningun hérna að vinnur hérna bláu. Pökkurinn skila sér hérna Gulla og þetta er bara snæper hérna yfir hanskan. Aftan að Andra Mikaelsinni sem áttu nú ekki vona á honum.
og eftirleikurinn. Og það er búið að galopna leikinn. Og pökkurinn skoppar út af yfir á bekkinn hjá Essaringum. S-ængar hafi svona hleypt þeim inn í leikinn Essaringunum. Já. Með öll völd á vellinum. Þannig til að minnka munn hérna í 2-1 og fundur nú Essaringandi blóðbragði og eru búin að jafna. Já. Þetta er Jóhann. Tekningarna fljúga alveg grimt hérna. Já, já. Það kom boltanum út og Það er eins og þessi pressa sem Akureyringarnir byrjuðu á hérna í upphæðu leiksins einhvern veginn, þeir eru aðeins búin að gefa eftir í þessari pressu og Jóhann þetta fyrir aftamarkið. Þetta finnur hann lætur bara vaða. já, Hefur nú skotið fastar hefur skotið fastar. og þeir dömpa bekkinu niður. Og Hér vinnur- afturvinnar aftamarkið. Já. Það er eins og Essaringarnir hafi tekið hérna Essaringarnir hafi tekið Akureyringarnir fyrirmyndar og verið með háa pressu í þeirra sóknarsvæði Milos hefur komist í playbókina hjá hjá Jimmy. Og Gulli aftur, en það er ekki nýtt að setja núna. Uni. Þessi getur byggja hérna aftur sókn. En svo ná hann strax aftur. Já, Pétur hérna fyrir aftamarkið. já. Frekar Alec Pétur hérna. nær að vöðla sig í gegnum hérna, 2 og 3. Hörð tækling á Davíðs. Hérna verið Jóhann. Það var Bara- lúmst skot. Pétur Já. einn af þessum reynslu miklu leikmönnum, Mikli. hann er bara allt í öllu hann í sókninni hjá þeim. Og Jóhann fristi þetta. Já, það var aftur var það Sölvi sem var með stóðsendingun á Gunnlaug hérna. Þetta er fínasta sóknarpar. Ormur nær boltan eftir face-offið. Ó, vá, þetta var rosalegt mark. Ormur hérna á bláu línunni bara lætur vaða. Leit ekki sérlega hættilega út það sem við stóðum. Nei. Sitjum. Og við sjáum hérna aftur. Það er pökkinn hérna beint eftir face-offið og lætur bara vaða. Það er eins og Jóhann Björgur bara sjá ekki. Já, það er eitthvað að misreiknar eitthvað ferðin á pekkinum, sko. Og staðan voru 3-2 fyrir norðamenn. Ræsing. Kári Arnars aðeins og ákafur á sendingunni. Hann hefði haldið að Pítur Stefáníak myndi nú spretta eftir þessu en
Hann nú kannski ekki þess legur. Hann ekki maður sem lítið út fyrir að taka snöggar spretti. Nei. Svo sem lítið farið fyrir hún hérna upp á mínútunum. Já, þetta svona leikmaður sem hann þarf að ná góðri siglingu. Já. Sverring að taka þetta fyrir svo. Markus Ólafur að missi pökkinn hérna vondum stað. Góð varsla hjá Jóhanni Björgvini. Já. Þetta er dómur. Já. Markus hérna keyrðu niður upp í battan. Þetta er vera Birkir Einarsson. Hann vissi upp á sig sökina. Já. Nei, það er ekki Birkir. Það er Róbert Hafberg. Róbert Hafberg. Sem fær refsinguna hana. Sindri var nú bara hana upp við þetta, þannig að það er nú ekki hægt að deila mikið við dómarann í þessu tilviki. Það er nú eitthvað að týnast í stúkuna hérna líka. Jú, það er að fjölga hratt. Sverring að taka þetta uppkast. Davids var boltan hérna með pökkinn. Sölvi. Erfið sending, mjög kræfindi sending á Gulla. Já, ekki alveg nógu góð. Davids hérna kemur á Sölva. Sölvi er sprettharður skautari. Og nú er Gullinn. Kemur hann áfram. Ómar hendur hann niður. Sölvi fær hann aftur hérna úti. Davids. Gulli hitt hann ekki alveg hérna. Þeir halda pressun áfram og ná hann hérna fyrir aftan markið. Sölvi með góða sendingu og Gulli. Rosalegt skot. Frekar hátt þarna. Fínasta færi á Gulla. Þetta hefði þá orðið þriðja markið sem þeir höfðu skapað í dag. Já. Það er þetta hérna og Kári fær pökkinn og sendir það fyrir aftan markið. Pítur. Eitthvað ónákvæma sendingarnar inn í powerplayinu hjá Esseringum. Það vildi nú Esseringa fá eitthvað. En ekki dæmt. Það held bara áfram að pressa. Já. Sterkur hérna Pítur. Já. Hann ákveður að vaða bara áfram. Og þeir ná að Hreinsa þetta út. Og þá voru SA-ingar orðnir 5 aftur. Og þetta var fristing. Eftir á klukkunni. Já. Jóhann tekur þetta uppkast. Ormur fær hann aftur hérna úti. Orri með skotið, Jóhann Björgvin ver. Og aftur lausbökkur hérna fyrir framann en Davids nær þessu. Það vildi nú Esseringa fá eitthvað en þeir... Fáðu ekkert. Eitthvað missennaði sendingin hann í á Gulla.
Þetta getur nú, nei, dómarinn segir bara Jóhann að standa upp. Já. Jóhann kannski hafði eitthvað til síns máls þarna. Já, þetta var svona full mikið í læra svæðið. Allavega fann fyrir þessu, hann svona skautar á annari löppin út af. Og nú kemur dómur. Nú kemur dómur. Já. Hann dæmir hér á Gabriel. Á leiðinu upp og Gabriel tekur hann niður. Já, hann er að fá dóm hérna fyrir að halda, eða holding. Akureyri að verða tveimur fleiri næstu 2 mínúturnar. Það tveim verður ekki bara einu fleiri. Einu fleiri segi ég. Kári og Unnar stilla sig upp. Akureyri að taka þennan bök. Og skot og Jóhann Ver. Já. Arnar Kristjánsson hérna. Já. Kári og Unnar stilla sig aftur upp. Já. Og aftur á Akureyri að þessum. Já. En á að blokka skotið. Já. Einhvern veginn Vestfirðingar að fá þarna fyrir þessa hindrun. Hanskinn hans Ómars þarna út á miðjusvelli bara. Já, kemur Kári hérna á siglingunni og það eru dómar. Það eru dómar á sveimi hérna. Jóhann Björgvin fyrir út af og Kári Fjölmenna. siglar af stað. Og þá gerir ráð fyrir hann flauti núna. Og S-æðingar er að missa mann. Við sáum ekki hver það var. Jó, mér sýnist hann Róbert Hafberg verið að fá annan dóm hérna. Hann er að fá fyrir slassing eða að slá og hann skilur ekkert í þessu. Þetta er nokkur velvalinn orðvalla þarna. Já, já. Fjóra og fjóra næstu. Já, næstu 2 mínútur, eina á... 1:23. Já. Þetta og skotið og hann fyrir rétt yfir Davids þarna nálægt í. Já. Jói tógar hann aðeins í Davids en komst upp úr það og Jói einhver orðaskipti. Einhver orðaskipti að eiga sér staðina. Það er Jói, skot og það er stöngin og hvað gerist? Hann er búinn að frysta hann en jú, það er flautað. Það er flautað. Það var komið með hann hérna og svo var einhver varningur fyrir fram á markið. Já, við þurfum að fá endursýningu á þessu atviki hér. Andri. Sjáum sendingin á Jóa hérna, Jói tekur skotið, hann fer held í stöngina og svo Hann næra frysta hann hérna og það er alls konar klás hérna. Jói til að segja eitthvað vantala við Sindra hérna, dómara. Já. Örugglega vegna þess sem gerist í horninu hinum megin. Já, mér sýndist hérna að Davids hafa tekið óvart killunars Jóa þarna. Það er duttu báðar í hornið og hann hefði tekið bara vitlaus kilvu. Það eru Sölvi Unnar face-offinu. Já. Og það taka Akureyringar aftur. Alli. Já, já. Verjast þessu. Bjarki varði þetta Petter bara. kemur upp. Já, hann síður við. Já, aðeins að róa spili hérna. Og hann leggur af stað. Tekur annar hring bara. Rýnir hérna. Léleg sending hérna. Já. Kemur Alli aftur. Skilur hann eftir fyrir Unnar. Unnar með skotið yfir. Birkir
eða niðri. Það er ekki að taka þetta, þarna. Sindri dómarinn tekið yfir. Þarna. Já. Og bökkurinn fyrir. Og það er Arnar sem átti skot, Jóhann Ver. Og S-eringar, nei, hann er komin ekki. Já, kemur Gunnlaugur hérna. En Arnar eldaði hann uppi. Það eru S-eringar hér einum fleiri í 30 sekúndur eða svo. Orri tekur bara skotið á löngu færi. Haukur Gulli nær honum. Já, það gerir Gulli, hann tekur snúningin hérna, yfir hérna, Yfir Arnar tekur skotið. En Róbert Ver. Já, fínt skot hjá Arnari. En Róbert sá hann allan tíman. Sekundur í Róbert. Já, Boxinu. það þýðir að S-eringarnir geta reynt mögulega að taka eitt powerplay setup hérna. Kári tekur skotið. Það er blokkað. Já. Og það er dómur. Að fiska hann sé dóm hann Daniel. Hann hefði bara betur átt að láta killuna eiga sig. Fannst á sig brotið þarna, fekk ekki dóminn og þá kastaði hann killunni frá. Hann er verulega ósáttur við þetta. Hefði mögulega verið hægt að flauta þarna á niðurtökuna á hann og Daniel. En hann var ekkert flauta á það. En hann var sannarlega flauta á það þegar hann tók killun og grýttinn í burtu. Akkur ekki að klára þennan leikluta einu fleiri. Jóhann og Sölvi stilla sér upp og eins og flest uppkvöst að taka eitthvað rauninga það. Já, þetta er búið að vera mikið þeim megin. Jóhann með bökkinni og hann fessir fyrir framhjá frá honum andra. Orri skotið er blokkað og S-eringar ná að koma hann út. Já. Róbert kemur þessu beint í spil aftur. Og Jóhann leitar að einhverjum inn í. Það var aftur blokkað S-eringar. Þeir ná að halda pökkinn hérna fyrir aftan markið. Og Jóhann Ver lokar skotið. Þar gellur bjallan. Staðan eftir fyrsta leikluta 3-2, nóg á mörkum, fullt af fjöri. Það er svo sannarlega. Og við ætlum að taka okkur smá pásu á sama tíma á leikmenn og komum bara hérna aftur með annan leikluta eftir 15 mínútur eða svo. Já.
Jæja, þá heldur þessi veisla áfram, 5 mörk í fyrsta leikluta og vonandi þá ekki síður skemmtilegri annar leikluta. Nei, akkurat, ég held að þjálfarar liðana hafa lesið yfir haut á mótónum með við sínum mönnum og reynt væntanlega að skerpa eitthvað á ýmsum atriðum. Já. Þess að ekki að spila hérna fyrstu 50 sekúndurnar einum fleiri. Já. Þetta er komið í gang. Það eru þekktir leikmenn hér, sóknarmenn, Jói Leifs, Hafi Unusteinn og það er mark. Þetta er svona svokölluð tróðsla. Var það ekki Unusteinn sem sett hann inn? Það var Unni eftir sending frá Jóhanni. Sjáum við þetta undir sýningunni. Það er Jói sem siglir með hann inn hérna. Og það er Unni sem lúrir hann fyrir fram markið og næra pótunum inn. 7. mark Unna í vetur og hann er þó búinn að jafna Unnar á yfir markaðastu mennina. Já. En Jói heldur bara að fara með sætli stóðsendingum. Svo 9. í ár. Og þetta fer af stað eins og fyrsta leiklutin. Það tók ekki langa tíma. Nei. Það eru komnir í fyrri leikinn og annar mark hérna. Andri Sverris bara óvaldaður beint fyrir framann. Jóhann Björgvin fær hana fyrirgjöfuna og neglur honum inn. Sjáum þetta hérna. Sjáu hérna. Mjög einfalt, það er enginn að dekka hann inn í. Algjörlega óvaldaður hérna fyrir framann Jóhann Björgvin. Hér var allt í járnum fyrir svona hálfri mínútu en Akureyringarnir nánast búin að stinga. Já. Þetta er fljótt að gerast. Þetta er fljótt að gerast. Og S-ringar þurfa að svara þessu. Þeir þurfa... Já. Hvað voru þeir og fljótir S-ringarnir í uppkastið? Það þarf að taka það aftur. David, það er fart á honum. Gulli á Sölva með sér, Gulli og Sölvi 2 á 1 en Sölvi hittir hann ekki. Það er markið farið. Hann liggur eftir hennar Róbert sýnist mér, hann voru fyrir ykkur höggi og þetta sé ekki alvarlegt. Já, hann er alltaf að strax við að kalla menn inn á. Já. Grunar að varnarmenn S.A. hafa mér sýndist hann keyra þarna aftur inn í S-ringinn og hann fór síðan á Róbert. Sjáum við það kannski hérna. Sölvi kemur hérna, hittir ekki bökkinn og já, það er þetta setnibylgja sem kemur á hann. Já. Sýnist að vera Samerjan sem lendir á honum. Já. Þetta er ekki gott. Þetta er hann úr staðinu upp. Þetta er staðinu upp. Hann verður svona okkar skauta út á sínist mér. Hann og eitthvað meðsli á honum hérna. Það er með skurð á hendinni. Já. Blæður á hendinni. Já. Ekki djúpur, en ótrúlega þurfa að fara að gera á því og þá kemur Jakob vantilega í hans stað. Já, það er nú líklegt. S-ringar kannski nota þessa töf til að ná áttum. Vita varla hvaðan á sig stóð veðrið hérna eftir fyrstu mínútuna. Já, þetta er svona svipað og fyrstu 5 mínúturnar í fyrsta leikluta þar sem Akureyringarnir pressuðu mikið og hafa mikill atgangur hjá þeim og S-ringarnir náðu ekkert að bregðast við því. En leikur á frættur stað, Róbert er bara komin aftur. Já, já. Bara smá skeina þarna sem hann þurfti að já, ég held að nú Leibbi og Ari á bekknum hafi nú verið með allt klárt í þetta.
Vafti 40 og teip. Vafti 40 Og lausbakkur. og gráa teipið. Hann fyrir með löngsendingin yfir. Þannig Steinþór nær þessum pekki. Petter. Hann koma pekkinum inn. Þetta spilum hann að Jóa en þetta fyrir vantarlega í æfingu. Já. Já, þeir skora hérna Akureyringarnir hérna í öðru leikluta bara 2 mörk með sko 17 sekúndna millibili. Já. Það tók að hvenær skoruðu fyrsta markið? Það var eftir... Já, 20 sekúndur. Já. Og seinna markið eftir 17 sekúndur þar á eftir. Í gang og Ormur Andri með langan upp á Jóa, hann er ekki að höndla hann. Ekki bara til bökkinn og sér ekki að taka þetta. Fínt spil hjá Ærselingum minna. Gulli bara tekur bakhanda flippu þarna á marki bara. Skópla pekkinum hann Unar. Andri aleitt hellinni, nú fær hann backupið og Jóhann Björgum ver þetta, tekur þetta hjálminn. Já, það er mikil vinna hann í horninu. Leys úr þessu. Þá var það unni. Góða sendingu hérna yfir á alla, en Jóhann ver þetta tiltölulega auðveldlega. Já. Já, skotin á mörk. Fyrsta leikluta voru 5 skot S-eringa á móti 12 hjá SA. Petter. Þetta er hann og Daniel sem er ekki að stjórna á honum, en... Jó, hann er nú verið að fyrstur hann inn. Kemur pekkinum. Hér á Kára. Já. Kári er lungið með bökkinn. Já. Glæsilega gert hjá honum hérna niður í hóttinu. Hann var á mjúkar hendur. Svona eins og afi sinn fóruðum. Tekka eftir og sleppir hérna pappans. Já. Og erðu? Jó, Pappas var nú ágætur í hockey en Amans var örlítið betri. Það er ræsing. Þessi bökkur fyrir út. Já, Daniel hérna reynir hérna. Það sækja Össeningar. Þessi bökkur fyrir niður. Já, það var Bjarmi Kristjánsson sem skuttlaði hann niður til. Það sem var ungu lofandi mönnum hjá Akureyri. Davís með Einar Sölva. Gulli kemur í hjálpina en Sölvi er búinn að missa hann áður. Og það er aftur ræsing. Já. Já, þetta er svolítið svona, eins og ég segi, þetta er svolítið endurtekið efni að Akureyringarnir byrjuðu að krafti hérna fyrstu 4 mínúturnar, 4-5 mínúturnar og eru aðeins að slaka á hérna núna. S-eringarnir eru pínlítið að átta sig á stöðunni sínum hér. Já. Þeir eru samt að fá framlag frá fleirum. Þetta er með Gulli og Sölvi hafa svolítið dregið vagninn. Já. Haldið með floti. Já, það má alveg segja það. Það þarf fleiri hendur. Það þarf fleiri hendur á dekk.
Kári Blöndal skófla pekkinum yfir hérna, Björn kemur í pressuna. yfir á Kári á þennan. hinn þekkta leikmann Björn. Eða Rauðan 24 eins og hann er kallaður og hefur verið síðastliðin 20 ár. En það er annað. Essavík að vinna hérna. Ný svæði Essavíka. Essavík að vinna strax aftur og keyra upp. Gengur svolítið á milli núna. Já. Ekki ná alveg stjórn á pekkinum. En hér er Hafþór. Eftir fyrir yfir. Og Ómar. Góð spilamennska hérna að sérna. Gabriel er hérna að taka pökkinn inn, en missar hann hérna. Jói Leifs hirðir pökkinn á sinni blálinn og siglir inn. Hvað gerir Jói? Fín vörn þarna. Já. Þeir á haldanum inni. Og Jóhann Björgvin. Vel þetta. Frá honum Arnari. Ekki fara að staða aftur. Sæingar með pökkinn. Já. Tapan við harðan. Davids nær að koma svo út. Þar tekur Arnar við honum bara. Andri. Hvað ætlar hann að gera? Og hann bara fara að sigla þarna inn. Frekar auðvitað í gegn og nú liggur Jóhann Björgvin eftir. Andri kom hann á flegiferð á hann. Já. Sýnir sig Jóhann Björgvin eftir að harka þetta af sér. Já, já. Face-offið tekið utanfyrir. Engin dómur á hann andra en uppkastið tekið fyrir utan. Það eru Sölvi og Mattías sem alltaf kljást þennan. Þetta endar hjá SA-ingum og það er skot frá Pétri sem Jóhann, beint á Jóhann. Beint á Jóhann. Þá er Kári mættur fyrir SA-inga. Þetta er kljástu Mattías. Kári tekur þetta. Þessi klokkur fyrir upp á Pétur og Býtur glæsileg við. sending á Það er Kára. Kári. Hvað gerir Kári? Vel varið hérna hjá Róberti. Já, mjög vel varið. Og aftur við Róbert frá Pétur núna. Eitthvað er Pétur að kalla á dómara leiksins hana. Hefði viljað fá mögulega slasing dóma á þetta eða eitthvað, en það þýðir ekkert að ræða það. Menn get ekki pantað dóma eftir þörfum. Þá koma SA-ingar og þetta er blokkað. Það kemur Andri Gæðsson, hann út og Jóhann með þetta. Greip þennan pökk bara afskaplega vel. Þetta var svona fyrsta alvöru færi hjá SR í öðru leikluta. Já, má eiginlega segja það. Það fyrsta sem við sjáum frá Pétur setti hérna, þræddi Kára laglega í gegn. Já. En Kári náði ekki að nýta sér það.
Hafþór með hann þetta fyrir aftan. Það að snúa vel og laust okkur hérna á milli. Og svo ekki að koma þessu út. Sölvi niður. Sölvi kemur djótt niður. Gulli pressar. Vel gert hjá Jóa. Já. Kom hann hérna Birki. Eitthvað sprakk á hjá honum hérna. Daniel er á Helga. Helgi sendir hann bara niður eftir. Kemur Unnar á begi ferð. Hann er bara einn og lætur vaða en Jóhann tekur þetta. Aftur fellur Sindri dómari hér við. Skotfæri og Róbert Ver. Já, Daniel Steindór var hérna lúrðið þarna til að ná í frákastið. Hann er bara með hann Hann er bara ennþá. Gegn. Og marki á ferð en helst á sínu stað. Já, já. Hörð tækling þetta frá Kára. Þetta kemur Petter niður í horni. Fín pressa frá SR þessa stundina. Og Arnar með í skotfæri. Lætur vaða. Eitthvað blokkar fögun og Kárin er að grípa hérna. Og Petter. 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 Hökkur er skoppat hann í krísunni. Beint fyrir fram á Kára sem náði ekki að koma kilvun á hann. En Bíðinu við. Sindri að flauta eitthvað. Björn Már Jakobsson sýnist mér vera að fá 2 mínútur. Einhverja skeytasendingar upp í stúku frá beinni hérna. Já. Sá ekki hverjum var að heilsa. Hvort þetta var kveðja yfir höfuð. Já, þá fáum við allavega annað skiptið í, þriðja. Það var aðeins þriðja skiptið sem þeir eru komnir í powerplay enstinningarnir. Já, það var 2 heil og svo var eitt þarna einhverja nokkra sekúndur. Já, einmitt. Maru Matthías að klástu þennan. Þetta teka SR-ingar. Sölvi, Davids, Sölvi aftur, láta rúla hérna og gott skot frá Gulla. Þetta var rosalegt skot frá Gulla. Sá ekki betur en hann að Róbert hafi tekið þennan. Já, hann náði allavega að snerta hann. Sölvi skýtur nú bara í samverjan en Davids tekur aftur. Já, reyna að skjóta á hann. Þeir þurfa nú að sækja hann aðalegið í sitt svæði og ná Akureyringar að skipta, koma ferska lappir inn á. Það var virkilega öflug tækling frá Birki. Gabriel með skotið, hann er framhjá. Kári og Davids hérna einhverju léttu samspili. Peter. Það svar hann aftur og sendir hann niður. Þetta flæða vel núna, þessar yngarnir. Já. Finn ekki alveg opnunina. Tæpur, þarna var Kári tæpur, en þessar yngar halda og lúmst skot þarna hjá Daniel Steinþór. Róbert tekur þennan. Peter hérna létt í baráttunni á bakamarkið. Unnar tapar hann hérna niður og þessar yngar halda hann inni í svæðinu. Fín fyrirgjöf hérna á Peter. Hann speklaðist helstur og hátt. Það eru
15 sekúndur, eða 16 sekúndur sem Berserkir hafa til að nýta sér liðsmuninn. Já. Já, Berserkarnir voru hann að varnir 6 úti. Já, það er kannski full mikið að því góða. Einhver misskilningur á bekknum. Gott eitthvað þennan og vantarlega bara dömparunum Já. niður. Laga niður tímann. Arnar hann að glíma við hann Pétur. Birkir aftur inn á, þannig að það er eftir liðum. Og Jóhann er bökkinn og 4 fyrir fram að sig. Finnur Andra. Jæja, Gulli mætir hann að honum Ingvari. Það er sendinginnar Andri! Glæsileg sending hjá Jóa en Jóhann sér við Andra þarna. Já. Þeir halda bekkinum, Hafþór. Komum við 2 á hann, einan hana í horninu. David. Einhver misskilningur í sendingunum hérna. Þetta reyna að nýta sér það. Hellu við, ekki dæmt. Jóhann Björgvin tekur þennan frá Hafþóri. Já, hann ákvaða bara að frista þetta og aðeins að róa þetta niður. Hann var ekki Uni sem skaut þarna eða eitthvað? Jú, líklega. Ómar sendur svona hérna, það er Bjarki sem kemur og hirðir pökkinn upp. Kemur hann við rauðu og hendir djúpt niður. Gabriel hérna. Helgi Bjarnason. Já. Það sendi kannar ónákamar hérna. Helgi hendur og bara niður, svo náði skiptingu hérna. Birkir hérna með niðri. Hendur í gegnum klófi en hitt ekki samherja. Nei. Það er dómur. Já, hann dæmir hann að handpass. Já, mér sýndist nú Pökkur að fór í lofti þarna og mér sýndist að Akureyringur slá hann niður og svo endaði Pökkurinn í höndunum á Akureyringi. Þá er þetta má ekki slá Pökkinn í sóknarsvæði, sko, og mátt gera það í varnarsvæði. Já, sjáum það er hérna niður og svo endar hann hérna, já. Þannig að þetta er alveg rétt hjá þessum dómurum sem við erum með hér í dag. Tekur þennan og sendir það bara strax yfir. Jæja. Þetta er ekkert fín vörn hérna. Já, það er áfram. Ormur lætur ekki plata sig hérna á blálínni. Birkir með skotu, Jóhann fyrstir hann.
Kannski ekki alveg sömu gæðin í öðru leikluta og í fyrsta leikluta. Nei. Það er kannski erfitt með að finna samherja og taka mót honum. Aðeins fara að draga mönnum kannski. Já. Jóhann tekur þetta face-off út á Ingvar. Það er okkur með Jóhann á ferðinni. Góð gafnhreyfing en er ekki að stýra þökkum til sín aftur. Hann er ennþá með hann allavega. Og ennþá. Nær góður sendingu fyrir og það var rétt framhjá Andri Mikaelsson nálægt í þarna. Jói aftur. Var að leita Hafþóri þarna inn í. Það er eina aftur þarna. Baksendinguna fyrir fram markið. Einhver átökarnir í horninu, Hafþór og Kári. Já. Veltast þarna hver mannan. Ingvar. Nei. Og Atli Sveinsson. Þetta er blokkað. Og hér er Peter Stepaniak kominn með pökkinn. Hann skautar inn áfram. Fór fyrir skotið hjá. Og Lúms sending hérna hjá Peter. Markus var ekki alveg á þessum blassu. Nei. Þetta er vantilega æsing. Skóplu baksending alla leið yfir. Það eru 4 mínútur og 8 sekúndur eftir að öðrum leikluta. Þetta er ákveðið tækifæri fyrir ersettingarna hérna að minnka muninu aðeins. Það hafa ákveðið færi. Reyna að gera þetta leik í þriðju. Já. Finnum við. 2 á 1, Unnar og með Unnar með sér. Og finnur hann en Unni hittir ekki alveg pökkinn. Og Jóhann hoppar á þennan. Já. Tók engan sénsa. Aftur á stað. Bjarki Jóhann hérna skautar á stað. Löng sending fram. Og það er David sem nær hérna hybrid-dæsingunni. Orri Blöndal hérna keyrir hann út í hornið. Haukur. Missir hann hérna á vondu stað. Unni er sprettharður hann. Haukur nær að bjarga í horn. Jæja, þeir komast hérna. Ómar. Það er dómur. Já. Hundi var komin upp í loft og Jóhann Björgvin var að leiðinni. Já, hann segir bara báða út af bara. Það er... Já, hann setur bara... og Unni. Já. Sáum við ekki hvað gerist þarna niðri. Það voru einhver samskipti. Interference. Ég held að liðin spili áfram 5 á 5 eða hvað. Mér sýnist það. Já, Kári var að kalla 5. manninn inn á. Það var svo reglubreiting sem var innleidd núna í ár svona til samræmis við alþjóðareglunar að nú á alltaf að útjafna dóma. Þannig að á að reyna að vera með eins marga leikminn á ísnum og hægt er í öllum tilfellum og þess vegna þegar þeir fara 2 út af að þá spila liðin ennþá 5 á 5 og þessir
brotlegu leikmenn, þeir þurfa að sitja að fyrir þessar fullu 2 mínútur og koma inn á eftir fyrsta flaut eftir að refsitímanum lýkur. Atli lætur vaða bara, Jóhann tekur þennan. Daniel er 2 á 1 með Peter Messer. Hvað ykkur illa að halda í pökkinn? Já, hann er samt með hann. Og út af Kára sem er fínu færi og Róbert tekur þennan. Já. Jæja, það er eitthvað lætið þarna. Já, eitthvað er að ratast, já. Ratast í Peter þarna. Já. Sem svara fyrir sig. Mér sýnist þeir líka vera fara 2 út af hana. Það þarf mikið sjálfstrúst til að fara í Peter. Já, þetta er engin smá smíði. Og það var leikmaður SA Arnar sem hafði það. Já. Og fekk 2 mínútur fyrir vikið. Já. Ég held að við spilum áfram 5 á 5. Það voru fjölmennt þarna í bóksinu. Já. Þeir geta kannski skroppið á kökubassarinn sem er hérna hjá kvennaliðið SR. Fengið sér bara köku og kaffi og slakaði aðeins á. Allir refsidómar farnir á töflunni, hann var sem ekki alveg... Já, við sjáum það nú ekki sko út af þegar þetta er útjafnað. En mér sýnist, Uni og Bjarki, þeir eru komnir á töfluna og býðum við. Hérna er Hafþór, hann er með Andra með sér, Andri þær hann, þessir yfir. Hann er yfir. Þeir halda honum, Jói, hann er í horn, það tekur Orri við honum. Þeir reyna að fara þarna í Orra. Hann er svipað eins og með Peter, Orri er nú engin. Hann er kannski ekki stór maður en hann er rammur að afli. Lágan þyngdarpunkt. Lágan þyngdarpunkt. Og þetta er vel spilað og Sölvi kemur á ferðinni. Sölvi kemur á gulli með honum hérna. Davids. Og Sölvi farin aftur, nær ekki að beina hann á markinu. Eitthvað eru þeir hérna vandræðast. Svo kemur Atli. Þeir eru hérna varðið 3 á 2, 4 á 2. Ormur. Hann er með Bjarma hann inn í. Hann fær hann núna. Atli með lúmska sendingu þarna. Já. Sem Jóhann náði að sparka út. Haukur hérna, baráttunni. Bjarmi og Bjarmi hefur betur og hann er að koma fyrir. Daniel Steinþór. Og með skot sem Róbert tekur þægilega. Þessi fyrir yfir. Þetta er frysting. Já, þeir fengu þarna, bæði Arnar og Peter fengu 2 mínútur sikkorar fyrir roughing. Það raðast inn hér eftir mínúturnar. Þetta, en Kárin er ekki hendlan. Markus með skot sem Róbert tekur. Já. Hafði smá viðkomið hann í Ómari Söndrusinni. Hér er Markus grýpar þennan, kemur hann aftur inn. Aftur frysting. Jæja, þá er allavega það er allir komnir á bóksinu. Já.
Hundur komin aftur inn á. Sekúndur eftir. Já, Þeir eru að reyna að stilla sér hér upp í mögulegt skotfæri. Kári það nú að vinna uppkastið til þess að það geti verið mögulegt. Sem hann gerir. Það er skot og Róbert tekur þennan með Hann verður að taka annað bara. Nei, Kári. Kára og aftur inn í. Mikill darraðans hérna á seinustu sekúndunum. 5-2 eftir annan leikluta. Já. Já, þá voru allavega, það voru fleiri refsimínútur mörk í þessum leikluta. Já, það kannski voru frekar spiltir eftir fyrsta leiklutan. Já. Fengu 5 mörk og nóg að fjöri. Þess að hæðist aðeins á þessu. En við förum bara aftur í kaffið og komum hérna fyrir þriðja og síðasta leikluta. Já.
Jæja, við erum komin aftur þriðji leikluti að hefjast. Staða 5-2 fyrir norðamenn. Já, Og þetta er farið af stað. Þetta er farið af stað. Það voru missin hérna og Jói tekur við honum. Já. Essering og Essering kom aftur upp. Hér er bara pekkinum kastað beint í fristingu. Þriðji leikluti verið svona frekar eins og fyrsti. Hvað Já. gæði og mörkvarðar? Já, ég held að Esseringar þurfi nú að spýta til óvara. Það er náttúrulega að setja hér 3 mörk á 20 mínútum eða svo, eða þeir ætla ná að jafna þetta. Já, þetta er að vera svolítið djarfir. Já, það vantar að spila djarft. Hérna er bara komin hörku sókn meðan Esseringar voru í skiptingu. Já, þeir eru mjög snöggir og maður sér það þeir Akureyringarnir eru mjög snöggir að nýta sér svona þessi tækifæri sem þeir eru að fá svona á miðjunni. Það er að snúa spilinu bara mjög hratt við og pökkurinn fer alltaf eiginlega beint í spil og á fjær bláu og þeir eru komnir inn. Gefur Esseringunum óbúinlega lítið tækifæri til þess að fara í skiptingu. Það er bara átt að hann í kringum markæðstyrningana. Hér kemur Davids, Gulli með honum. Var hann að stígur Það er upp. verið á vinstri og nær ekki í bakkinn í skotinu. Nei, eitthvað eru þeir að... Bjarkinn er að senda hann aftur niður. hann niður. Davids er þar. Æn Davids með bakkinn hérna niður í. Það er styrkarnir verið að stundum einhvern veginn vera að keyra ómikið einhvern veginn inn í miðjuna og þar eru alveg sko 2-3 varnarmenn hjá rauðum. Það verður þetta erfitt. Haukur hérna missir bakkinn. Já, Nær að koma nú út samt. Hættuleg sending hérna frá já. Svona filmingsskot frá Ormiðin. Jóhann Björgvin náði nú að koma hanskanum aðeins í þetta skot og pökkurinn fór yfir. Orri hérna á siglingunni. Daniel og setur hann niður bara. Nú kemur nýtt þessa leiðin á. Góð vörn þarna hjá. Þetta er glæsilega gert. Það er 1-1. En Jóhann Björgvin verið vel frá Arnari Kristjánssoni. Þeir halda áfram. Kári nær ekki valdi á bekkinum. Nei, en hann Róbert stígur út á markinu og hreinsar í burtu þessa fristingu. Daniel kastar bekkinu djúpt niður. Hásendingin að Hafþór. Nú tekur við þessu bara eins og fótboltamaður. Sendingarnar hjá SR eru aðeins of ónákvæmar. Þetta er Mikil brekka hérna fyrstu mínúturnar. Náðu ekki að koma á samherja. fín vörðandi á Kára. Unnar hringsóla með hann úti og lætur bara vaða. Þetta fer beint í hendurnar á Jóhanni. Já, já.
Sækar haft svona gott tak á S-ringum. Þessi lið mættust 8 sem í deildinni í fyrra og SA vann 7 af þeim 8 leikjum. Já. Og svo kom í Newstead-keppnina og þar voru 5 leikir og SR tók 3. Já, það var alveg hérna, það var mjög skemmtileg rimma og þetta var hérna, það var hægt að kalla mikið einstaklingsframtak í liði SR, hérna hvernig þeir náðu að komast inn í 5. leik og síðan vinna leikinn Norður Akureyri. Og það var held ég í fyrsta skipti í hvort það var ekki bara í 8 ár sem þetta fer í 5 leikja hrinu. Og já, gott ef ekki, það voru 11 ár síðan að SR hampaði Íslandsmeistaratitlinu síðast, þannig að þetta var alvar svona, já, þetta var mjög skemmtileg úrslitakeppni, það er alveg ljótt að segja það. Náðu loks að rjúfa einokun Akureyringa á bikarnum. Já, já. Þeir eru pínu vandræði með svona þessar hérna 1-á-1 baráttur sko. Það er hérna, þeir virðast einhvern veginn ekki ná að komast fram hjá Akureyringunum þegar að þeir eru komnir svona í þessa stöðu og þeir mögulega komast fram hjá einum varnarmanni eða þetta sjáum við Ára Blöndal. Þeir eru láraða þannig að þeir eru ekki Löng sending hérna upp á og þetta er rosalegt mark hjá það var Róbert Hafberg. Róbert Hafberg. Allt í einu kominn hérna aðleit í gegn. Já. Frábær sending fyrir, ég sá nú ekki alveg hverju átti sendinguna. Það var ekki Orri Blöndal sem var með sendinguna. Sýnist hann taka snúningið hérna og við sjáum hérna löng sending og hann grípur hann hérna. Þetta er alveg listilega vel gert hjá þeim Orra Blöndal og Róberti Hafberg. Svona spilingóttir sem síðast neglinni í gilstu SR því að þeir hafa nákvæmlega ekki gert neitt í þessum leikluta til að ógna markið SA. Nei, það er hérna það var eitthvað mikið að gerast. Já, það var eitthvað mikið að gerast og menn þurfa svolítið að fara að stíga upp hérna í spilinu sko. Daniel hérna með pökkinn, missir hann hérna á vondum stað. Ná hann ekki að nýta sér þetta, Bjarni er hérna, gerir sér líklegan. Og Peter vinnur pökkinn. Og nær góður í sendingu fyrir. Rosalegt. Og Kári hérna nálægt í. Og Róbert tekur þennan frá Bjarka. Og Daniel og getur svo Róbert verið þennan líka. Kári hérna sendir pökkinn alla leið út. Hafþór fer fram með Gulla. Hann er það með hann. Andri í færi, náði ekki alveg skotinu út á Orra. Andri Bergþór með skot. Svo fer yfir Jói. Kemur hún niður og þetta er bara færi. Og Jóhann Björgvin Ver frá Andra Mikaelssoni. Það er bara nauðvörn hjá SR-ingum hérna. Það er fyrir sting. Pekkinu bara skóplað út. Það er ekkert að slaka á Akureyringarnir. Þeir bara halda áfram að þrýsta þeim niður. Já, já.
Unnar á Sölvi-barðunni og Unnar hafði betur. Og það er dómur. Dómur, já. Já, hvort það var, já. Akureyringurinn, það er hann Birkir. Svo ekki hvað gerðist þarna. Já, mér sýndist hann gefa, já, Birkir Einarsson, hann er að gefa honum 2 mínútur fyrir olnboga. Við erum að sjá hvernig það er. Það er hérna fyrir aftan markið. Þarna já. Já. Kristján aðeins niður, beint fyrir fram að nefið á Sindra. Sindri getur ekki segja sig það tvisvar. Nei. Þá fáum við uppkast og S-styrkingarnir komnar í powerplay. Það verður fróðlegt að sjá hvort að þeir hafa ekki verið að nýta til þessa. Hafa ekki verið að nýta til þessa, það er alveg rétt og þeir hafa nú svona í kringum þessa leiki sem hafa verið í núna í vetur. Það negla hérna frá Pítur Stefáníak. Bjarki frá Pítur. Pítur hér. Tekur skot og inn! Já, já, þetta er stórglæsilegt. Alveg út í stöng. Sjáum þetta aftur hérna. Hann fær pökkinn bara hérna. Hérna frá Bjarka, stígur inn. Hann lætur bara vaða. Hnitmiða alveg út í stöng. Hleypa smá spennu í þetta. Smá spennu, það er eiginlega það sem við viljum hérna. 11 mínútur, 46 sekúndur eftir að leiknum. Og þeir halda Pítur bara áfram inn á. Ástæða til, maðurinn heitur. Maðurinn heitur, Kári. Ekki bara átt að ná að leysa úr þessu en slögsending frá Hauki. Bara komið að dauðafæri aftur, Jóhann tekur þennan. Já. Þetta var alveg fínasta færi fyrir hann Arnar Kristjánsson hann fékk sendinguna beint þarna bak við markið, eiginlega óvaldaður fyrir fram markið. David þarna og Jói tekur þennan beint á Orm. Bjarki leggur bara stað hérna á Sölva. David sem með honum hérna. Og glæsileg sending og skot og mark! Ég skal segja ykkur það. Það er kominn leikur. 6-4, þetta er fljótt að gerast. Þetta er fljótt að gerast. Svo við sjáum í öðrum leikluta. Við erum aðeins að sjá endursýninguna að þessu. Sölvi dreifur þetta til sín. Já. Finnur Davids. Sýnum ekki hvar að setur hann. Þeir eru alltaf 3 beint fyrir fram að markið. Já, þeir renna einhvern veginn svona á hann Róbert í markinu en ég held að það hafi nú ekki skipt máli. Þetta pökkun hafi verið að þau var inn áður. Já, við töluðum að það hérna áðan að þessi leikur er búinn að vera heldur betur kaflaskiptur og það er nú bara stór spurning bara hvað gerist núna næstu 10 mínútur eða svo. Hvort að fara að koma skjálfti í S-æfingana. Já. Þetta hlýtur að gefa S-æfingum svona byrjandi báða vængi. Já. Andri, hann róar að spila aðeins niður hérna. Andri er nú engin smá smíði heldur. Kári. Hann er ákaflega snöggur og lipur. Svo sér við hann hérna en Kári. Og Unnar tekur bara skotið sem Jóhann tekur. Kári með á Pítur. Já.
Mjög sterkur hérna Pítur. Já, hann er mjög sterkur. Hvað gerir Skrokkinn Pítur? vel. Fín sending Sölvi. Sölvi, úff. Hvor hins í slána? Já, það er Daniel heldur betur lifnaði yfir S-reyningum. Já. Og Já, þeir eru að ná að halda pekkir hann inni. þeir haldur svo ennþá inni, Gulli. Já, Gulli kemur hann. Nú eru Sækir á Ingvar. rauðuklæddu leikmennirnir orðnir þreyttir hérna í þessari vörn og koma sér í skiptingu. Unnar. Tekur við bara rólega, býður eftir liðsauka. Þau komið svo út og þar er Davids. Góða sending á Gulli. Gulla. Gulli kemst ekki fram hjá. Bjarki skopar að sinn. Há og löng sendingin yfir. Bjarki. Gulli setur bara markið yfir og svo í skiptingu. Nú keyrir hann í bakið hann Daniel. Kemst upp með það. Jájá, Akureyringarnir eru mjög snöggir að koma þessu aftur inn í svæði S-reyningana. Komin einhver léttu skjálfti í þá en það er spurning hvort að S-reyngarnir geta nýtt sér það eitthvað. Það er að tekja við honum hérna og þeir fara aftur upp. Og það er dómur. Það er húkingdómur, já. Það er Hafþór. Sýnist mér. Kári fylgir Hafþór í boxið. Já. Eitthvað létt spjall þarna þeirra á milli. Þetta eru strákar sem hafa nú spilað í landsliðinu og annað. Það er gullið tækifæri fyrir SR að Minka munnin enn frekar, minka þennir í 1 mark. Opna þennan leik alveg upp á gátt. Jó, það er SS sem vinnur þetta uppkast. Daniel með ótímabært skot Já, sem er blokkað og þau þurfa að fara aftur út. Og þetta er góð sending af Pítur inn á Bjarka. það vonandi náðu þessir ekki að stilla einhverju upp núna hérna. Kári, Pítur. Það er ekki alveg skotinu Það er ekki alveg skotinu þarna. Sæingar ná að hreinsa bökkinn út. Ekki Já. lengi. Nei, Jóhann Kári Björn fyrir kemur Pítur. bara spilinu strax að stað. Erfið sending sem Pítur er ekki að höndla þarna. Pökkurinn fer aftur út. Já. Það er réttur mínútu eftir að þessu powerplayi. Þessir ekki skipta hérna. Ferska lappirinn á. Davids kemur upp með hann. Það er Sölvi. Sölvi fer bara alla leið með góða sendingu en Hann vantaði manninn hana. stoppaði þarna rétt ára Pökkur kom til hans og þarna er Blöndal bara bara- Orri ætlar alla leið. Hörðu. Ekki er ég nú viss. Ekki vissum að þetta hafi verið dómur ef við kannski sjáum þetta aftur. En Orri tók markið með þessa langa leið Já, og endaði inn í því. Já. Hvað ætlar Sindri að gera? ég held að Sindri sé nú ekki að flauta neitt á þetta. Spurning hvort það hafi verið brot þarna. Það þarf að festa markið aftur. Já.
Það ræsa menn upp á bekkjónum. Það sýnir fyrir nú að þurfa að fara í einhverja meiri aðgerðir varðandi markið. Eitthvað þurfa undir að láta þegar Orri kemur á fleygiferð og tekur markið með sér. Já, það er þungt í honum pundið. Ég minnist á það er annar leikur hérna á eftir í kvöld. Já. Þessara tveggja liða en í öðrum aldursflokki. Já. 16 liðin keppa. Já, það er svona venjan þegar liðin koma norðan eða Reykjavíkurliðin fara suður, þá hefur verið að reyna að taka eitt úlingalið. Já, það er nýta ferðina. Nýta ferðina. Já, hann fær 2 mínútur hann Hafþór fyrir húking, segja þeir. Ég held að það er olbogi, það sem ég sýndist að það er olbogi. Það er... Jæja, við fáum uppkast. Og Eskfirðingar hafa 43 sekúndur til að nýta sliðsmunnin. Kári og Unnar ætla að takast á þennan. Það er Kári sem hefur betur og þannig að Eskfirðingar stilla upp í sókn. Bjarki. Fara sér hægt. Já, það var líka Karastað hérna. En þess að ekki að koma þessu frá. Já. Og Pítur kominn í færi. Var að leita þarna Daniel. Þess að ekki að komast fyrir. Þetta var... Það þarf að bíða eftir að Pítur komi út þarna. Já. Og döppar þessu niður og ekki náðu Eskfirðingar nýta sér þetta frekar en fyrri powerplay. Þeir eru samt að hérna léttu barningur. Daniel Steinþór hérna missir pökkinn í hendurnar á Andra Mikaels. Og það er pökkur að setja fyrir. Allir í skotið en það var blokkað en hörkuskot þarna. Já. Davids nær ekki pekkir um það. Hörkuskot frá Jóa sem er ekki ennþá fundið netið á tímabilinu. Nei. En er þess og tölur að mata samherjana. Já. Og Alli og niður. Þar er og Gulli stilur honum. Hann er með Davids með sér. Finnur hann. Davids nær ekki alveg. Þarna nátt ekki miklu mun að Davids fyndi Pítur sem hefði þá verið komin í dauðafæri. Og hérna er baráttu við með markið. Eskfirðingar ná að komast út. 4 mínútur og 10 sekúndur eftir að þriðja leikluta á leiknum. Þessar sendingar eru ekki nógu nákvæmar hjá Eskfirðingunum til þess að geta gert eitthvað. Leita mikið á Petter hérna upp í bláu línuna, vinstra megin. Já.
Leifstökkur og Bjarki tekur þennan. Finnur Sendur á Peter Peter. á sínu stað. Peter nær fekkinu minna. En má ekki marknum hérna, voru komið 3 í kringum hann. Já, við sjáum það að Akureyringarnir eru mjög vakandi fyrir Peter og hans svona kannski hlutverki í liðinu. Hún að skila þessum bara. Það er stór hættuleg stað hérna. Það leikur Kára stað. Kári komin á siglinguna hérna, sendur á Gulla. Gulli með skotið sem er blokkað en Davids. Það er færið og Róbert. Og fram! Hvað er maður? Ég skal segja ykkur það. Gulli enn og aftur með þrennu. Og þetta verða 3 rosalegar loka mínútur. Það var vel gert hjá Davids hérna. Tekur skotið, Róbert verður vel. En Gulli fylgir á eftir. Það er búið að kasta hér derhúfum og húfum á ísinn. Svo hefðin er þegar þrenna kemur í hús. Já. Dómararnir snöggir að hreinsa til og skila þessum húfum aftur upp í stúku. Nú verður afar fróðlegt að sjá. Peter heldur áfram inn á, hann fær ekki skiptinguna. Nei. Akureyringar fá í aðvörun í uppkastinu. Það er Efsteringar sem vinna uppkastið. Það verður fróðlegt að sjá hvort að Mílos, þjálfari SR, hvort að hann býður við. Og Róbert vel varið. Sölvi var hérna aðleitt. Koma þér Akureyringar hérna. Já, það er dómur. Dómur. Það er Markus sem er að fara út af. Tók heldur hraustlega þarna á Akureyringnum. Hárréttur dómur hjá Sindra hérna. Klaufalegt eða svona lítið eftir. Já, þetta er hann hefði mátt sleppa þessu. Sjáum að mín endursýningunni. Það er hann að baratunum og hann svona tekur á heldur honum alveg. Það er ekki svo að sé að fara í færi eða neitt svoleiðis. Hann er bara leiðin í hotn, þannig að hann hefði nú alveg mátt. Gríðarlega vont í þessari stöðu. Það er 1 mark sem skilur liðin að og 2 mínútur og 39 sekúndur eftir. Þetta menn eiga ekki að gera svona. Það var sæng að taka þetta. Andri. Og Jóhann. Þetta er blokkað. Já. Klokkunum fyrir út. Gulli pressar á Jóhann. Gulli sjóðheitur. Hann eldir hann Jóa. Þeir eru ekkert að stressa sig Akureyringarnir. Þeir ætla að láta bara tíman líða. Kimi Jói. Skot framjá. Þá kemur Davids í Orra. Orri hefur betur undan í pekkin. Andri, þetta er blokkar Haukur. Davids. Það er pekkin bara að rolla niður eftir. Menn fara í skiptingu. Þetta líka ræsæðingum. Já. Þeim líkur ekkert á. Nei, það vinnur með þeim. Þeir taka sér bara góðan tíma þarna bara aftur markið. Já. Unnar kemur upp. Róbert Hafberg hér í hondinu. Þeir sækja á honum hérna. Það eru Akureyringarnir sem eru biðinu við. Daniel, hann er að koma að skópla pekkinum upp. Þetta á Róbert, en verðu. Sölvi, var nálægt því að komast í breakaway. 50 sekúndur og 5. Atli er að róla með pökkinn, heldur honum. David sækir á honum. Rosalegt færið þarna.
skópla honum yfir. Mattias 38 sekúndur eftir. SR-ingar orðnir fullmannaðir. Og hörð tækling frá Bjarka og þeir keyra upp. Já, Gulli. bíðum við. Markús. Hvað gerir Markús? Fyrir aftur fyrir markið. Finnur hann Setur eitthvað? fyrir, hann er enginn, bíðum við. Hann á haldanum inni, eða hvað? Nei, hann kemur út. Það er unni. Pökkurinn lausið í battan. Mikil barátta. Þetta bara rennur út. 8-7. Og hér líkur leik. Þetta er lokatölur 6-5 fyrir SA. 6-5 fyrir SA, já. Það var slakur annar leikluti sem fór með SR-ingana. Já, það er alveg óhætt að segja það. Þetta var mjög kaflaskiptur leikur. Akureyringarnir hér byrjuðu bæði fyrst á annan hluta í miklum krafti og mikilli pressu og sköpuðu sér færin. Það eiginlega gerðu svona næstuð út þetta í öðru leikluta. SR-ingarnir koma tilbaka hérna eiginlega bara aðeins svo seint. Og láta svo velta svo einir fleiri hérna á mjög mikilvægum tímapunkti. Já. Svona endalega slekkur í þeim. Liðin taka sér í hendur og það eru SA-ingarnir sem fara með 3 stig norður. Já, þessum leik, það er hérna. Já, næsti leikur er hér SRSA í U16. Næsti leikur í herdeild karla er SR Fjölnir á þriðjudag. Já, það er á Reykjavíkunni sjálfri. Á Reykjavíkunni sjálfri og ekkert ólíklegt að það verður mikið aksjón. Við bara þökkum fyrir okkur í kvöld og hvetjum fólk til að bara bíða augnablik og horfa á 16 liðin spila. Takk fyrir. Takk fyrir.